ætlum að fara að veiða? Prófa það, já. Eitt sumarið enn? Eitt sumarið enn, já. Klokkan aðeins að gefa eftir núna. Já. Og hér hafa menn verið að veiða aðeins í Starmýradalnum sem við ætlum að fara inn í. Já. Það er eitthvað dýring hérna. Það var spurning hvað hann báðu. Einmitt. Finna þau og nálgast þau. Þannig að þegar vindurinn hægstaður fyrir okkur í dag. Já, þetta er svona, hann er svolítið svona lítið, þetta er svona sunnan, andvari sunnan suðustan. Það er allt svolítið vont í þessum þröngu dölum svona þegar vindáttin er svona óræð. Það getur að koma í sleira brotti, já, ég það. Til hægri, þá sérðu þrjú þarna. Í sinni stefnum kindurnar hérna. Já, þú horfum við bara áfram. Hvor hana, sem er lægri og flöða fjær? Fjær. Það er þar í Já, þannig vissu. En við erum ekki að vera að tarfa en við. Erum við ekki með góðan hnífa? Kannski er eitthvað meira þarna. Það er að horfa eftir einu tarf og ekki kúkja sko. Já. Þetta er allavega hana. Það verður ekki verið þarna, hann fór hann eftir sko, þess eins og komst í hjólinn, hann kemst svo næstu í þangað þarna. Já, þetta er allavega yfir 2 kilometrar. Já. Já, hann á svona, ég næ svona 800 metrum. Já, þannig fækst svolítið eftir skikninu. Já, það er enda smá fókuslæði á hann. Það verður verið að fyrirljós. Eru berjurnar dekkri lengur? Já. Ég verður svona glansandi fínir á frampartinn. Það geta verið, þá beljur þarna efst til hægri. Hægra megin við hennan hvíta aðeins ofar. Já, sko eins og Gunnar sagði, þá fannst honum vera 2 kýr með þessum törfum. Það gæti alveg verið að ég minna hvít það sem er þar. Já, einmitt, já. Það vartu með lítið í gangi. Það er bara tarfar. Ég er búinn að sjá það. Þeir eru að koma hérna. 1, 2, 3, 4, 5. Þú veist þetta sé tarfi? Þetta er litla kvíndi. Ég er ekkert viss. Það getur verið, veit ekki um kýr líka sko. Þetta er sem sagt kall og sín fyrra, bara hvað sem þetta er sko. Eða hvað, það er enga greinar. Er þetta ekki bara spjót upp í loftið? Hvar er það núna? Nú er það lengst til vinstri. Í hausnum í austur núna. Já, þetta. Það eru bara skýrur. Þetta er svo lítið kvíkingi, ég láta það bara. Þetta er stöðu sko að fara síðu. Hvernig? Hérna fór þetta upp í gær. Sigmundarhjallinn er hérna með við sko, já. Þetta er Sigmundargíli sem við sjáum í hérna. Þetta eru bara, þetta eru tarfarnir eða hópun sem fór upp á Sigmundarhjalla hérna fyrra dag. Gunnar var búinn að veiða hérna. Þannig var þetta ekki tarfur sem voru með? Jó, er það ekki? Lestu leirið aftur. Það er ekki oft sem maður lent í þessu að horfa til augu bara bolta tarfa. Við getum nú kynskir, sko, við þetta. Tekið einn af þessum minnstu. Þetta er bara svona einu hýttur og allt saman bara, já, ég kannski ekki allir, það er einhverju tarfa þarna bara upp í 90 kíló. Já. Nei, við förum bara hérna. Já, við förum bara hérna meginn þannig að þeir fari, byggðu þá eins og þess eftir fara sömu leið og við erum fara. Já.
vatn, einhver Kálfadalsvatn, svo er það skora bakvið, einhver Kálfadal. Svona alveg hluti. Já, fram. Og það heldur þess að skýr. Og Róman var vonið á hinum megin við, sko, þess að verka hann bort. Það eru, ég var að skoða þetta á korti, það er bara einu lína, þetta er 8 kilometrar og það er vatnið. Það verður sem sé 10 kilometrar. Sléttifjalli eitthvað líka og nú erum við að koma hérna út á brúnina á leiðinni niður aftur, sáum ekkert dýr, þannig að það er spurning hvað framhaldið verður á þessu. Þá er bara þegar þú hlaupa? Já. Það er nú ekki færið, það er 400. En þú veist líka bara þessu upp á móti. Við erum hérna aðeins varir.
Hvað gerðist, Oddur? Hvað gerðist? Hlaupa upp á klett bara. Förum þá hinum megin við. Lappar eitthvað skringilega, já. Já. Glæsilegt. Já, já. Vel gert. Já. Ég misti fyrsta skoti, ég rakk mig ekki. Ég veit það, það er alltaf þetta hengur að vera með fyrstu mann á sjálf, sko. Já, hún er eitthvað. Varna með. Hún hleypur ekki burt allavega. Það er alltaf, maður er alltaf alveg öruggur. Nei, maður er ekki alveg öruggur. Ég bara, sko, ég var að hreyfa mig, snúa mig. Það bara fór hann. Þannig að það fastur á, sko, svo var ég að koma upp í daginn. Ég var rétt að líða, þegar ég kem alltaf. Glæsilegt. Er ekki hérna á hinni velli, er það ekki? Já, það er Guðmundur, þú voru að koma hérna aðeins í, þú voru að sitja fyrir. Þú voru líka að sitja fyrir. Þetta þýðir ekkert svona, bara að sitja og éta. Já, kannski tekur eitthvað bópa á því að Guðmundur gefur. Já, já. Svo tekur næra myndir af hana. Tökum við hérna svolítið bara hérna ekki það? Hvað segirðu? Hvað segirðu, er það bara þegar biti fer að þverra eða?
Já, Oddur. Hvað göngustafurinn hinn? Hann Gummimann. Ah, ok, cool. I stopped it. Tired? Hey, Tired? yeah. I just had to finish. You guys came down really quickly. Yeah. We tried to. Hey! Hvernig ég er farin að halda eina leið að taka fókinn af ég bara Hvernig hættir þetta? Jesus Christ. Já, þýttir í þessu. Já. Hvernig festir þetta? Já, ég losa þig. Já, ok, þetta alltaf líka. How was your day? I had a brilliant day. Palli fell. Oh no! But you did so heroically. Jæja, Palli og Sveinn, þeir eru komnir niður. Já, loksins. Hvernig gekk þetta? Þetta var mikið labb, erfitt og leit út á tímabili að við myndum þurfa að snúa við á þess að hafa nokkuð skapaðan hlut. Vindurinn var alltaf á eftir okkur, alveg sama í hvað áttu löpum. Þannig að við vorum þarna í færi við, eða vorum að skoða þarna 2 tarfahópa, en þeir bara varu við okkur og fóru. Já. En svo fundum við hjörðina þarna alveg efst uppi. Við breyttum alltaf plani í morgun. Já, Guðmundur sagði mér það þegar við ferði inn dalinn og svo eitt. Og fundum hjörðina sem við sáum í gær, sko. Já, sem sagt. Beljuhjörðina. Já. Og svo... Hún fekk af okkur vind. Hún fekk af okkur vind, já. Skiptist eiginlega í tvenn. Já, hinn voru fyrir neðan, þessum fórum í. Já. Hún bara fór upp fjallið. En við vorum svo heppnir að það voru, 6 dýr, þetta onni læðinni sem aldrei verið við okkur. Já. 2 kýr með kalva og 2 einhver yngri dýr, sko. Sem við gátum þá komist í færi við. Já, það löpuðu nú eiginlega beint á okkur. Við erum að bíða þetta alltaf lengi eftir að þeir sem sagt snéru þvert. Já. Svo loksins þegar þeir snéru þvert þá misti ég skot úr. Já. Þannig að næsta skot var tekið í. Hann var bara lausara á heldur en hann, sko. Þannig að næsta skot var tekið svona, ég hugsa að það hefði verið á einhverju hreyfingu, sko. Já. Og skotið var fín hæð, kannski svona og aftarlega, þannig að eins og Guðmundur sagði þá er það sennilega þrýstingurinn sprengdi inn í gegnum þindina og inn í það kom smá gor í það hólf en það var ekki, vömbin var alveg heil, sko. Já, já. Þannig að þetta var eins og bara undan þrýstingi, sko. Já. Þannig að það er engin skemmt í einu kjöti, sko. Já, já, engin gor í því. Nei. Kúlan hefur ekki, hún heldur sko bara 99% af þyngd sinni, þessu kopakúla. Já. Þannig hún hefur ekki sprungið neitt. En hvað heldur að færi það verið langt? Færi var nú komið niður fyrir 100 metra. Já. Ég hugsa að þetta hefði verið svona 80 metrar. Já, eru þau var við ykkur þegar það sneru við? Nei, sko þegar skotið hljóp náttúrulega af, þá kom náttúrulega einhver stigið að þeim en svo náði ég nú að fylgja þessari einhvern veginn. Já. Og tók hann á skot og það virtist duga. Já. Hljóp hún eitthvað? Aðeins. Náðist mynd af þessu? Eitthvað. Já. Bóbó var eitthvað með mynd. Já. En ég veit ekki hvað hann náði nákvæmlega af þessu öllu, sko. Já, já. Nei, þetta tókst, það var nú frábært. Já, þetta var mjög gott að það skildi takast við. Ég var farin að sjá fyrir mig Sneypufjörð suður, sko. Já. Það var eiginlega stemd í það. Já. En þetta gekk vel. Frábært. Bara alveg hrikalega erfitt samt. Bera þetta drasl. Já.
Og líka náttúrulega við erum búin að labba sko, þegar við fellum þau, þá erum við búin að labba sko 11-12 km. Já. Já. Og þar að fluta náttúrulega bara upp sko. Já. Þannig að maður orðinn ansi þreyttur þegar... Við kannski gistum í bara viku og áður við förum suður. Nei, við vorum fínir í fyrramáli sko. Já. Jæja, hvernig gekk nú þessi ferð? Hún gekk bara ágætlega. Já. Það var smá ganga. Smá ganga, já. Vindurinn fór alltaf í rassinn á okkur. Já. Og eru þið þreyttir? Mætti segja það. Og stífir? Smá. Náðu þið einhverju mynd af skotinu? Við náðum einhver vídeo. Ég held að ég hef náðu bæði þegar hann hitti það og fylgdi því alveg eftir. Ég náði öllum aðdragandunum en ég mögulega misti af því að það skotið. Ég var að suma á réttir, minnum mig. Já. Þannig að það ætti að vera góð kvikmynd. Þetta var alveg hörku æfing. Þetta var góð gangur. Hvernig var gamlum vann að standa sig? Hann bara Var hann eitthvað að klúðra? Skjóti eitthvað út í loftið fyrst? Já, fyrst skoti hitti ekki en Það seinna mistið það skotið. úr, sagði hann. Já. Hann hafði samt með seinna skotinu. Hann hafði samt með seinna skotinu. Já. Já, gamli kallinn er enda sprækur. Það datt út, hann var að skjóta á því. Þú fær meira. Call the reindeer. What's that, homies? Það var þessari veiðiferð, 2 dagar lokið, eftir mikið erfiði. Og við þökkum náttúrulega ungum mönnum sem hafa staðið sig vel. Geri ég ráð fyrir í dag, ég sá hann ekki til í dag. Vel allir saman. Og gömlu menni líka. Já. Maður ekki taka neitt á þeim. Já. En við skálum fyrir heilögum Húbertusi, hreindýrinu og Sigmari B. Haugsinni. Yes. Skál! Skál. Þetta var ljúf. Þetta meira fali. Nei, Ég finn þetta út í hvern. ég fann bara. Jú, kannski smá tímusteröndi. This is for falling over. Já, ef þú ert lensa ekki alveg til hérna hálfan dropa. Þess að njótin ekki skjóta sko. 20 meira. Synd að vera að skjóta brandi. No, I'm okay. Það er ekki. Já, ég get tekið Komuna fyrir droppar. Þá þurfum við ekki að bera þetta tilbaka. Keira. Þessa kjöfti út í Eistlandi. Nei. Ullabólurinn er blautur og kaldur. Hvað er þetta fleiri? Þetta er plast. Það er léttara. Við höfum þetta ekki. Ég tók náttúrulega heldur bara eina ferð þar sem ég var bara. Já, þú varst alveg stífur, ég sá Já, það. já. Oddur kom alltaf og tók Varst fram þetta úr ekki okkur. betra? Varst þetta ekki betra bara? Jú, það bara aðeins lengra og við komum alveg upp í spil. Snýr rassinn í okkur núna. Það er bara maður, bara ekki valstíð, þetta er karl. Já. Þetta er bara stutt í hýrla á hann. Það er bara stutt í hýrla á hann. Já, þetta er veitir gammalt dýr.